Аваннаамиоқатигиит нутаарсиассаат ааллартиппут исигиннаарлуариси. Сапаатаавоқ анореқарани қиммиллу қимугуппут. Асианниппут қертарсууллу тунуа сикууммат иллорнит сумарсуақ атуарнеқарсинаалерсимаппут. Нисилаарсинни укиунерани қимуссиуссисартуоқ. Тасса сапаасиакуннеринааnerин тааппулани аннерусим тасалииннерусарпа тассмангорнарфаннги саппаат. Нунатсиннилуми культуурит илаанник тасса қимуссернермик мисигисақарустоқартақаа. Qassuna tamukku tikkeeraat maaluamna parsiampiulvis qimussarnermik pisingisaqarusullutik saaffiinnittартут аасиан qimуссиуссартут qulit missaaниittut аторлуартарпаат ангалаарфиссарарлуарпарми массакуани асиан qeertaannaatilluu huna tasalinnerungatta saartakkiimmaama sikuwaqqa maagунартукасутугаан ингерлатиллаттар qimussiussisartuunermi аторлуарнеқарсинааллуарпо ajorngilaqartassa ajungilaq тачиукаата сианераангат qimусорумас ангиттарпакка аама таманигерлатситерулаарама силарсуақ алианаатсиллуу qimussiutsittut мисигисақарлуавиттарпут qimussiutsikkusuнуллу сиуннерсуутиссақалаарпо илаана сила алианаатсиллуу нуаннерисарпат маннерисарторуйугат пиартами сули сисуми масак исик калларами сули имаатту оқорсалаартарнissaатаан кисими оқорсақулаартарлуит илай амма саппаттаартара som så derefter kommer ind i den her internettjeneste Google Street View. Una asiliivik nalinginnaasuungilluinnartoq triggeramik taaneqartarpoq. Det er et kamerasystem fra Google. Asiliivik Google-immersuuvoq faamtaninnik linsitarik immiussitillugu nammattakkatut nammanneqarsinnaavoq aammali umiatsiami biilini allanilunnit atorneqarsinnaalluni. Eller på en bil eller og så videre. Trigger nunat assingini kiffartuusi immut Google Street View immut assilinermi atorneqartarpoq ukiarmilu ortuuparimi kuyataani nunap assinginik assilisutigineqarluni Eva material asiami sulisor kuyataani assilinermi suleqataavoq. Det var helt fantastisk. Ja, det var et godt oplevelse. Tupinnarluinnarpoq misigisarlu nuanneqaaq suleqataasuttamarmik sulilluaqaat. Greenland is all untouched in a way. Assit igalikumi eqqaanilu assilisat kusanartut Google Street View ikkut sammivinnik tamanik takutitsisut takuneqarsinnaalererput filmiliaratittartor tusaamasaq Nikolai Coster-Waldau assilinermi aamma assilisaqattaarsimaoq nunarpummi pingaarteqaa. Greenland is me and my family's second home. My wife Nugaga grew up. Keraallit nunaat uanga ilaquttamulu angerlarsimaffitta aapparivaat nuliara Nugaga maani poriartornikuuvoq qitornagullu affarmikkalaaliupput taamaammat Nugagalu marluulluta qitornatta massuma nunap uatitulli nalungitsigisagaat pigaartipparput Nikolai Coster-Waldau naalagaa peqatigiit silappissusia pillugu nunarsuarmi agunniakkani suttaniusunik nittarsaasutut siorna toqqarneqarpoq taamaammallu silappissusiata allangoriartornerata nunatsinni takussutissaqarnera ersersinniarpaa. One of the best places in the world to see silappissusiata allangoriartornerata sunniutaa kalaallit nunanni malunnarluarput sermimmi sukasoruissuarmik akiartormata umalu triggerip atornaangut tamanna takutissinnaavaarput Assiliivissuaq 30 kilot missaanik oqimaassusilik 2014 mili asiami assiliivigineqartoq atorluorneqarsimaavoq nunatsinnilu illorarfiit nunaqarfiillu 44 tikissimavai siunissamilu nunarput tamakkarneqarniarluni. Den er godt nok smart.
Pure Natura nýtt íslenskt nýsköpunarfyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu á fæðu unnum vítamínum og bætiefnum úr lambainnmat, kirtlum og jurtum. Unnið hefur verið að þróun bætiefnanna í rúm 2 ár og byggir svo vinna á því að innmatur talin afar næringarík fæða sem inniheldur á bilinu 10 til 100 sinnum meira magn næringarefna en vöðvar sama dýrs. En þrátt fyrir þessa kosti hefur neysla á innmat dregist saman og má næstum segja að hann sé að detta alveg út hjá yngri kynslóðum hins vestræna heims. Á sama tíma tengja æ fleiri vísindamenn saman skort ákveðinna næringarefna, til dæmis D-vítamína, við fleiri lífsstílssjúkdóma. Þá sýna rannsóknir að margt eldra fólk þjáist af næringarskorti. Það Hildur Þóra Magnúsdóttir sem framkvæmdastjóri Pure Natura. Ég í grunni viðskiptafræðingur og fer svo að læri fjármála alþjóðaviðskipti í Danmörku í framhaldi af því. Það svona kannski grunnurinn minn, en svo ég náttúrulega svo margt fleira, sko. Ég frumkvöðull eins og þú segir og ég atvinnurekandi og ég móðir 3 barna og ég Þú meira sér kvenfélaginu í Ríkisrætti. Ég í stjórn kvenfélagsins og ég í stjórn félagsferðaþjónustunnar og ég gef hænum út í garði hjá mér hverjum degi og hrossum og... Þú tekur á móti ferðamönnum og... Já. Ertu ekki með tjaldstæði í Skagafirði, hvað það meira? Eða hvað? Jú, svo rekum við fjölskyldan 5 tjaldstæði í Skagafirði. Hildur segir að rekja megi hugmyndina baki fyrirtækinu til þess að hún sótti námskeið sem Sigríður Ævarsdóttir hómópati kenndi og snerist það hvað konur geta gert til að bæta heilsu sína og líðan. Og í raun og veru í kjölfarið á því námskeiði fór ég svolítið að hugsa og eftir að hafa sent inn hugmynd í svona nýsköpunarsamkeppni og unnið hana þá ákvað ég að gera þetta bara á stað og fékk hana Sigríði til liðs við mig. Ég vann nú sem atvinnuráðgjafi áður en að ég hætti til þess að stofna þetta fyrirtæki, þannig ég svo sem alveg reynslu á því að tala við frumkvöðla, en ég hefði aldrei trúað í samt fyrirfram hvað þetta í raun og veru ef maður ætlar að taka svona einhverja hugmynd frá grunni og keyra hann alveg. Þetta rosaleg vinna. Og þú þarft að hafa svo gríðarlega mikla þrautseigju bara til þess að láta ekki hindranirnar stoppa þig, því að hindranirnar eru fjölmargar, sko. Og þegar maður í þessu frumkvöðla vinnu allri saman og skiptir svo miklu máli að hafa stuðningsnet og bakland og vera svolítið klappa á baki og þurfi ekki alltaf að vera að finna upp hjólið. Þú veist, geta í raun og veru leitað í þekkingu og bakgrunn annarra og það vantar svolítið þegar maður staðsettur svona eins og við hérna. Já. Hvar finnur þú það? Sko, nú ég komin í samstarf við Landbúnaðarklassan sem aftur svo í samstarfi við Matvælalandi Ísland og með aðstöðin í sjávarklassa sem rosa flott frumkvöðlasetur á Granda. Og þar ég komin með aðstöð og þar bara leið og maður kemur inn í svona umhverfi, svona skapandi umhverfi, að þá einhvern veginn gerist svo miklu meira. Bara þessi samskipti við fólk og 1 + 1 verða 3 eða 4. Já, það eiginlega þannig. Ég náttúrulega væri ekki að þessu nema því ég hef tröllatrú á þessu og ég hugsa rosa stórt. Ég ekkert að hugsa þetta bara til að skapa mér atvinnu, alls ekki. Ég vil bara búa hér til blómlegt fyrirtæki og skapa mörgum atvinnu og koma þessi í útflutning og gera þetta almennilega, sko. Pure Natura hefur aðstöðu í gamalli hrognavinnslu á höfninni á Sauðárkróki sem breytt var í fínustu aðstöðu fyrir þurrkun innmatar og íslenskra jurta sem uppistaða í bætiefnablöndunni. Sko, lifrin ein og sér bara næringarríkasti matur svo finnur. Hver hefði trúað því að það væri 4 sinnum meira C-vítamíni í lifur heldur en eplum? Hver sá okkur það nokkuð tímann? Hvað helsta uppistaðan í lifrinni? Hvaða vítamín það? Hvað við þetta með þér? Sko, öll B-vítamín, bara sem þú finnur. Og það nú alltaf verið að segja okkur konunum að við eigum að taka fólinsýru á barneignaraldri og sem gott og gilt, en hún kemur þá, þegar þú tekur hún á svona staka og kaupar hún út í apóteki, þá kemur hún ekki á þessu náttúrulega formi, heldur kemur hún þá á tilbúnu formi. Og það bara sama með öll vítamín sem þú nánast kaupir. Man má kannski ekki fullar að segja öll, en langflest vítamín sem þú finnur og eru svona, og þessi sem eru stök, þau eru úr einangruðum efnum.
Þannig að þessi náttúrulega efni eru mun betri og til dæmis fólinsýran eða fólat rosalega miklu magni í lifur og B12 sem að gera það nú að verkum að manni vantar það að verður mann ansi slappur og margar konur sem ég þekki ég hreinlega fá bara B12 í sprautuformi reglulega. B6 sem að stýrir efnaskiptanum það að finna í lifur og B1 og B2 og í raun og bara þetta B-komplex alveg. Og margar konur til dæmis þjást af járnskorti og þetta fyrirtaks uppspretta járns og það sem kannski erfitt með að taka þetta tilbúna járn þá þetta á svona náttúrulegu formi og betra í raun og veru fyrir meltinguna og líður betur. Íslensku jurtirnar sem Hildur notar í blönduna eru meðal annars birkiblöð, vallhumall, baldursbrá, lúpínurót, hvannafræ, fíblarót og loks burnirót sem hjálpar til við að koma á jafnvægi í líkamanum en sú jurt kemur af Vestfjörðum. En allar jurtir eru handtindar af okkur og þær eru þurrkaðar samdægurs þannig að það bara farið út á mótnana og það eru tindar og svo komið með þær og þær eru unnar þannig að bara til að tryggja algjörgæði. Og svo það þannig að við sendum ekkert frá okkur blöndur nema að vera búin að senda þær í rannsóknir fyrst þannig að allir framleiðsluskammtar eru allt öruggið tryggt þannig. Og sérstæðan okkar náttúrulega bara hreinleikinn, íslenski hreinleikinn. Þannig að þú veist, ég get í raun og veru alveg tekið og fengið nánast allar þessi jurtir erlendis frá og kosta mig mikið minna. Nei, það bara, ég vil það ekki. Vist, ég vil bara stíla upp og það bara víða í heiminum með jarðvegur bara orðinn þannig að hann bara næringar snauður, hann jafnvel fullur af eiturefnum og í þessi bara vera að rækta því að þetta bara, það bara einu sem í boði. Við búum svo vel hér. Það Vilko á Blönduósi sem setur blönduna í hylki og pakkar fyrir Pure Natura og það styttist í að fyrsta sending fara á markað. Það bara mjög stutt að þetta fari í sölu á Íslandi og við erum alltaf að stefna Bandaríkjamarkað og erum að vinna í því bara í samstarfi með Matís að klára það rannsóknarvinnu sem þarf fyrir það og þannig að maður hafi öll gögn á hreinu. Við erum búin að vera að reyna að ná samningum við svona stóra aðila hérna heima þannig ég á alveg vonaði að þið farið að sjá þetta bara kannski hverju bara? Já, bara svona, ekki segja bara svona mánaðamóti næstu. Nunatsinni qallunaatiaarussimanera isiginnaartitsissutigaat. Den handler om i 1400-tallet, hvor Inuit simpelthen nakkede alle nordboerne. Inuit qallunaatiaat 1400-jukkunni nungutinerinut anisinerinullu isiginnaagassiartungassuterappooq. Nemlig den vej, så kører du spydet ud, stor op. Nelusuunerup taarneranimi ilitsersuusup isiginnaagassiaq taama ilisaratippaa. Isiginnaagassiaq atuakkiortut taviilasviilasinnip taallianit qasapip ullua kingullermit aallaaveqarpoq. Qallunaatial kalaallimik toqutsererlutik kuyataanut qimaapput kalaallillu qasapip akiniaanera uani pineqarpoq. Oqaluttuaq qangarsuanersuugaluartoq ilitsersuisup ulluttinnut tulluarsinnaasora. Hvis vi tynget af sorg og smerte og skyld og skam over noget, vi har begået for 600 år siden, men som ligger i vores Ukiutsasionori matumasiorna pisimasut maanasanneqaatitsinniittut pilluit anniatrasmagutta immitsinulluunni episootikkutta taavanunarsuarmi kiffaangissuseqartariaqarpugut ammallutalu taamaangippam pisimasu aalлaavigaluit immitsinnut killilersornialisagaluarutta piffissaq atornerlussinnaagatsigu
Isiginnaartitsissusiami isiginnaartitsaqataasup aammattaaq ullutsinni inooriaatsimut eqqaanartoqarsinnaanaqarpaa. Una qasapi ulluikingulliini ila qasapi anniateqartoruissuuq ullumi aamma mooqoqarnaata qasapi passuaqarpa ullumi aamma sooruna taam sunaan anniat ullumimu tungappa imalun pisim peqersunut tungappat ila isiginnaagassiaq unaqaammat marsillu aallartilaarnerani upernavimmi ilulissani aasiaanni aamma sisimiuni takutinnaqassaaq isiginnaartitsissutillu ilungersuunneqarsimasup takutinnissaa qilanaarinaqarpoq sudiaranikuungatsingut sivisooruissuarm torrallakkusullugu peqqissaarluta nuannaralung nuannaartoralung nammineq ila Hjá hjónunum Eymundi og Eygló Björk í Vallanesi og Fljótsdalshéraði lífleg starfsemi í matvælaframleiðslu, skógrækt og ferðamennsku. Vallanes þekktast fyrir vörumerkið Móðir jörð sem sérhæfir sig í lífrænni ræktun. En hvernig hófst þetta alls saman? Já, ég nú að miklu leyti alinn upp í Flögu í Skriðdal, fékk það sveitabarkdýruna og ákvað að verða bóndi þegar ég var bara 6 ára. Og síðan fór ég erlendis að undirbúa mig svona í skóla lífsins, var í Noregi og Svíþjóð og Englandi að vinna við búskap. Og síðan kom ég hérna austur og byrjaði að leita jörð. Var náttúrulega að leita jörð sem að væri með húsum og tilbúin til búskapar. En það voru bændur hérna í kring sem að þekktu mig og voru búin að benda mér á Vallanes sem ég list náttúrulega ekkert á þetta því að hér var engin tún, engin ræktun og engar notaðar byggingar. En samt enduðum við í Vallanesi sem betur fer því að þetta þvílík kostajörð og hefur verið alveg gífurlega gaman að rækta þessa jörð. En við það að rækta þessa jörð þá var ræktunarmaðurinn sterkari í mér þannig að 10 árum seinna hætti ég með kýrnar og sneri mér alfarið að lífrænni ræktun og grænmeti og korni. Móðir jörð verður til einhvern tíma á 8. áratugnum. Þá byrjum við að selja kartöflur og korn undir þessu merki og það var nú ekki venjulegt þá að bændur væru með vörumerki þannig að það þótti nú svolítið merkilegt á þeim tíma. En við höfum alla tíð verið stolt af því sem við erum að gera og viljum bara að fólk viti hvaðan hlutirnir koma. Til að byrja með var áherslan á grænmetisræktun og síðar byggræktun. Þegar ég var í grænmetunum þá náttúrulega sá ég að þetta voru rosalega sveiflur sko, við erum með allar tekjurnar að hausti og náttúrulega gambling eins og útiræktun bara og byrjaði nú að rækta kort fyrir kýrnar en síðan kom þessi hugmynd að markaðsetja þetta sem til manneldis og þá byrjaði þetta starf að fara til Reykjavíkur á veturna og gefa fólki morgungraut Gabriels og byggbbrauð og ýmislegt úr byggi. Og það hefur borið bara gífurlegan ávöxt, góðan ávöxt því að nú bara fullt af fólki sem að borða bygg og til dæmis segist vera hætt að borða hrísgrjón, borða bara íslenskt bygg í staðinn. Svo 2004 þá hannar Þórunndóttir mín buffin með mér og það var semst raunverulega bara að hugsa til þess að koma með einhverja heilsársvörur til þess að stabilisera reksturinn. En síðan náttúrulega kemur góðærið, þannig að þá var allt flutt inn sem nú kannski gerast í dag aftur. En síðan í kjölfar kreppunar, ég segi að kreppan og Eygló, konan mín, séu kannski það besta sem hefur komið fyrir mig og Móðir jörð. Því að þá förum við virkilega, Eygló mikil matarmanneskja og hefur vann í matarbransanum áður, var að flytja inn góðan úrvalsmat frá Ítalíu og hérna þaðan. Og þá hefst þessi þróun, tjörnegin, sulturnar, hrökkjaxið og núna síðast súrkálið. Eygló Björk mikill matgæðingur og hefur að mestu séð vöruþróunina í Vallanesi. Þetta sem sagt hrökkbrauð úr byggi og heilhveiti og hérna erum við búin að bragðbæta það með hvannarfræjum. Þannig við reynum alltaf að nota bragðin úr umhverfinu til að gæða matinu svona, meira bragði. En síðan förum við ólíka leiðir í því að varðveita grænmeti, þannig að maður getur nú líka sett eitthvað ofan á keksið eða allt með matnum. Og við erum að pikla, gerum chutney og notum þarna rótargrænmeti sem vex vel á Íslandi eins og rófur og rauðrófur. Rauðrófur gló eru margir farnir að þekkja en hún var svona sérstaklega hugsuð sem meðlæti með eins og hangikjöti og öðrum hátíðamat og passa bara vel með eiginlega öllum kjötréttum og líka gott að setja með eggjakökum og sumum ostum og
hérna erum við sem sagt búin að baka grænmetið með lauk og eplum og kryddum og fáum bara svona skemmtilegt meðlæti. Og hérna notum við sem sagt edik og hrásykur og bökum til að varðveita það. Svo þetta svona aðferð sem við erum líka tilenga okkur í varðveislunargrænmetinu, það að sýra eða gerja. Þetta svona gömul og góð vinnsluaðferð sem að reiðja sér aftur til rúms svona fyrir þær sakir hvað hún skilar heilsusamlega mat. En hérna það kannast nú margir við súrkál, þannig að þetta gamla upprunalega aðferðin til að búa til súrkál sem sem sagt bara bæta örlitlu salti saman við kálið. Þá framkallar það ákveðin vökva. Þess að bara vökva og við látum síðan grænmeti gerjast í þessum vökva í eigin sama í nokkra vikur, þangað til við pökkum í. Og með þessu móti þá viðhaldast öll vítamín og steinefni sem að grænmeti býr yfir og pluss það að það verða til mjólkursýrugerlar eða góðir gerlar sem við vitum núna að við þurfum fyrir meltinguna. Góð melting undirstaða bara að heilbrigðum lífstíl, að heilbrigði. Segja má að hjarta Vallanesi sé litla verslunin sem vígð var í desember, en húsið byggt úr öspum sem Eymundur plantaði sjálfur fyrir 30 árum síðan. Það var arkitektinn Albina Þórðarsson sem hvatti Eymund og Eygló til að byggja það úr eigin viði og úr varð hún teiknaði húsið fyrir þau. Og það vill nú svo vel til að ég og son Gabriel sem skógarhaugsmaður og þannig að við höfum skógarhaugsmanninn og við höfum trén, þannig að það var bara hafist handaðum að saga niður tré og síðan farið með þau upp á Hallormsstað þar sem þau var flett og þurrkuð og allt komið í gang. Húsbyggingin sannkallað fjölskylduverkefni en Þórunn dóttir Eymundar sá alla innanhúshönnun ásamt hönnunarteyminu sínu Rósambó. Já, þetta fyrsta sinn sem byggt hús þar sem allir burðarviðir eru úr íslensku timbri. Þannig að þetta söguleg bygging fyrir byggingasögu landsins en einnig bara mikið og gott statement fyrir íslenska skógrækt. Ég segja að nú tíminn kominn, við eigum orðið tré sem duga í innviði til þess að byggja svona hús. Ég náttúrulega kem hérna ungur bóndi 1979 og 83 byrjaði ég að planta skjólbeltum. Þá var ég raunverulega bara að nema land hérna í Vallanesi. Þetta var algjörlega, það var engin ræktun og engin tré. Það hafði ekki verið bóndi hérna í 20 ár, þannig að þetta var mjög nakið og kannski þörf á að búa til skjól. Þannig 83 byrjaði ég að planta skjólbeltum. 86 plantaði ég þessum öspum sem þetta borð og allt húsið raunverulega byggt úr. Og 89 byrjuðum við í nytjaskógrækt og þaðan kemur lerkið sem hérna í gólfunum og pallinum úti. Þannig að þetta algjörlega heimaræktað hús. Þetta hús svona í aðra röndina líka tilraun til þess að upphefja öspina til að vex og virðingar. Ég segi að hún hefði orðið fyrir miklu einelti. Fólk talar ösp eins og eitthvað rusl og öspin allstað fyrir, en þá náttúrulega menn sem plöntuðu öspinni og heldur kannski þetta væri sumarblóm, ég veit það ekki. Hún að víða allt og nálægt húsum og þar leiðandi náttúrulega til vandræða. En málið að ösp mjög góð viður. Í Vallanesi boðið upp á ýmsa matarupplifun og þjónustu við ferðamenn yfir sumarmánuðina, fjölbreytt form heimsókna fyrir hópa sem hægt að sérsmíða eftir þörfum hvers og eins. En af hverju ferðaþjónusta? Það gerist náttúrulega mjög fljótlega þegar ég byrja með lífræna ræktun og skjólbelti að ég verð svona eitt af undrum veraldar. Þannig það farið að koma hingað með rútufarma fólki til þess að skoða þennan bónda, hvað hann eiginlega gera. Og þannig að það sem við höfum verið að gera raunverulega alveg síðan þá hefur vakið athygli og fólk hefur viljað fá að koma til þess að skoða það. Þannig að það raunverulega kallar þá á bara að gera það að búgrein, bæta því við. Þannig að við erum að hanna móttökur fyrir fólk með skoðun og smakki. Við ætlum ekki að vera neitt stór í þessu en við viljum hafa aðstöðu fyrir fólk sem vill koma hingað og njóta staðarins. Ég segist vera með göngustígafetis. Ég að gera göngustíga hérna út allt nes innan milli skjólbelta og engin veit að mér. Og ég vil einmitt að fólk fá að njóta þessa umhverfis og þessa andrúmsloft sem ég vil skapa. Sjálfum finnst mér svo bara eins og að ganga inn í heilaga byggingu að ganga inn í skóg og ég vil deila því með öðru fólki og við viljum sem sagt selja upplifun. Við erum ekki að keppa við gistingu sem svona yfir blánóttina heldur að fólk komi og njóti staðarins og slaki aðeins á. Og ég alltaf rosalega ánægður þegar fólk kemur hérna alveg að deyja og stressi á hringnum seint að kvöldi og vill fá að borga því að það verður farið klukkan 7. En ef þau gista hérna inn í skóginum í litla tréhúsinu þá er þau kannski ennþá sofandi hádegi daginn eftir og þá finnst mér tilgangurinn vera náð.
qangarsuaaniilli ingertarpugut kingorna ajoqarsuiartortut erinarsoqatigiinnermik ilinniartippaatigut Amma arfanniit tikittalerput nipilersuutinik nassarlutik uku nipitittakkat assigiingiitsut pingasut nunatsinne qangaanerusoq nipilersornerup oquluttuarisaaneranik ersersittisuupput taakkunangalu suliarpiviusungortinniarlugu una arnaq eqqumiitsuliortoq sinkkimut kigartuilluni aallartippoq. Altså det er i hvert fald krævet, fordi jeg valgte, at det var stregætsning. Kigartuillunga suliaqarnissaqatoqqarpara taamaammallumisileraanерусариақангаатсиарникууллунга кигартуккама инернерат нипититтагаарингуани такунеқарсиннаасунгорпата суликусанарнissaат агуниарлугу ассигиингитсуник мисилераавунга nipitittakkanik suliaqarneq ukiut marluk missaatama tumasiorna аллартиппоq nipitittakkallu jannuarinaalersoq saqqummerlutik Camilla Nielsen nillu suleqataasimanini nuannаарutigaa Men det har jo været spændende. Jeg elsker når man ikke sulinerput pissanganarnikooqaaq misileraanеrit nuannarакка аама ассигингитсут атақатигиссинниарсаралугит мисилиттаарусуттарпунга Melika kuitsi aasivi 1977 ingertoq tusaasinnaarvarsi taannalu uani nipisittagaliaranaqarpoq Aama aana nanortalimmiuluus Andreasen nutsugiartoq aama ilangunnaqarsimasoq Nipitittakkanik saqqummersitsinnissamut isumassarсисуп nunatsinni nipilersornerup oqaluttuassartaata ersersinnissaa pingaartissimavaa Jeg synes at grønlandsk musik Karallit nipilersortarnerat maani nunami nuannаарneruissuarmik pilersittisartoq isumaqarpunga nipilersorner kultuuritsinut pingarusaartoruissuuvoq taamaammallu nipitittakkamik ataqqinaaserneqartariaqarpoq Nipitittakkat nipilersornermut tungassutillit suliarineranni suleqatigiit assinik atugassaminnik nassaaqatigiinniarsaripput Igen med Carstens store viden har det virkelig været spændende nipilersornerpilluu Carstenni ilismasaqartoruissuuvoq taamaammat sulinitsinni nipilersornerpillugu paasisakka tusarnaakkakkalu aalлaavigalugit assinik nangeqqittussanik toqqaaniarsarivugut Tamakkuuppullu avannamut sanilitsinni takutsinnaasagут quanaq isiginnaaravit